Góðan daginn, gott fólk. Þetta er þriðja námskeiðið sem við erum með fyrir launaáætlanirnar og í dag er það notkun vinnubóka. Við erum búin að fara yfir í að stofna launaáætlanir og vinna með launaáætlanir. Nú ætlum við að fara hvernig við getum notað þessi vinnubækur og öxuskjöl til þess að senda til forstöðumanna til að vinna áætlunina frekar. Við stofnum vinnubækurnar, svo förum við í það að flytja út Excel-skjölin og lesa þau inn aftur og síðan förum við í hvernig við vinnum í vinnubókinni sjálfri og síðan uppfæra vinnubækur. Einnig förum við í skoðum Excel-skjölin og sjáum hvað má gera og hvað má ekki gera í Excel-skjalinu. Skulum við vinda okkur bara inn í Navision-kerfið. Og við vinnum með hérna áætlun 2019 sem við gerðum á fyrsta námskeiðinu og við svo sem vindum okkur í það að skoða vinnubókarlistan sem er til fyrir þessa áætlun. Hér er engin vinnubók. Kannski að sjá hér að þegar þessi gluggi opnast að þá er afmarkað á áætlunum sem við vorum að velja og einnig að uppfært dags er tóm. Það er því að það er ekki búið að uppfæra. Eftir að við uppfærum þá lítum við svo á að við séum ekkert að fara að vinna meira með vinnubókina og kannski óþarf að hafa hana til staðar. En á þessum lista, við skulum bara vinda okkur í að stofna vinnubækur. Hérna er bara heiti áætlunar. Síðan er það tegund vinnubókar og það eru tvenns konar. Annars vegar deildarvinnubók og hins vegar launategundavinnubók. Deildarvinnubók tekur alla starfsmenn og störf þeirra í deildinni og myndar eina launabók per deild. En ef við veljum launategundir að þá veljum við hvaða vinnutegund við ætlum að nota, ætlum yfirvinnu og þá fáum við allar yfirvinnu línurnar fyrir alla starfsmenn innan þessara afmörkana sem er hér og ef við hefum enga afmörkun þá kemur bara öll yfirvinna í sveitarfélaginu. En við ætlum að gera deildar vinnubók og ætlum að afmarka okkur á hluta á frelsviðinu og svo segjum við bara í lagi og svo kemur hún hérna með 4 vinnubækur. Skulum til þess að skoða hvernig þær eru að þá förum við í vinnubókarlínur og þetta er svona lítil og nett vinnubók. Hér tökum við eftir að það eru rauðar eða rauð nöfn og ástæðan fyrir því er að viðkomandi á ekki
starfsmannaupplýsingar fyrir þetta. Ef við kíkjum aðeins inn í starfsmannaupplýsingarnar þá sjáum við að allar þá sjáum við að viðkomandi á starfsupplýsingar en hann á það fyrir aðra deild. Þessi starfsmaður er að greinilega með áætlun í 2 deildum. Þannig að við þurfum í raun og veru að búa til þá nýja línu þar sem við segjum að þessi lína á við 010. Síðan getum við hugsanlega breytt hér hvaða kjarasamningur og svo framvegis hann á að vera með í þessari deild sem hann er ekki með í hinni deildinni. Hér vantar líka frekari upplýsingar hvernig á að reikna hann, á hvaða kjarasamning viðkomandi er og svo framvegis. En við skulum ekki fara í það, við fórum dálítið í það í seinasta námskeiði. Núna sjáum við að Nanna, hún hættir að vera rauðlituð. Kíkjum á hana og þar er í raun sama saga með hann. Hér á hann starfsupplýsingar sem er ekki tengdar neinni deild. Þannig ef við segjum þetta fyrir 04, 010 sem er lagi. Já, við skulum endurnefna okay. Núna getum við gert svona ákveðna hluti hér. Hérna, þetta er allt nefndar, ég vil kannski fá aðra bók sem er svona með aðeins fjölbreyttari línum. Hér eru flestir sem að hafa. Hér er engin rauður. Og hérna sjáum við til dæmis starfsmaður á leikskóla. Þetta er greinilega nýr starfsmaður sem er ekki til í launakerfinu. Og nú viljum við setja inn meira en mánaðarlaun. Hérna getum við sagt, ok, hann á að vera í 0,5. Eitthvað svona, einhverja ákveðna daga. Síðan viljum við bæta við. Þá getum við sagt nýtt hér og svo afritað bara og valið hér bara fyrstlaun. Hvað sem það þýðir. Nú, hér er önnur lína eða aðgerð sem heitir að stofna vinnubókarlínu.
og ef við smellum á hana að þá getum við sagt hér að við ætlum að búa til línur og þá getum við valið það að við ætlum kannski að búa til fyrir alla í þessu starfsnúmeri í þessari deild. Að setja yfirvinnu inn á alla. Þannig að munurinn á þessu og þessu hér er í raun og veru að við getum stofnað margar línur eftir þessari afmörkun sem við erum hér í einu og inn á alla mánuði í einu. Ef við leikum okkur bara kannski með þennan hérna, þá ætla ég að setja inn á þennan önnur laun. Þetta eru fastar einingar og ég ætla að setja inn 4 einingar á viðkomandi og stofna línu. Og þá sjáum við hér að hann er komið með línu í öllum mánuðum. Nú, næst skulum við skoða Excel-skjalið. Og hér getum við stofnað Excel-skjal. Annarkvort Excel beint í vinnubókinu sem við erum, þá stofnar hún fyrir þetta Excel-skjal, eða við getum líka gert það hér og þá getum við valið að gera mörg Excel-skjöl samkvæmt afmörkun. Skulum við skoða Excel-skjalið. Excel-skjalið lendir hér á þessa stað. Það er að því að það var skilgreint í uppsetningunni á áætluninni og svona lítur Excel-skjalið út. Og það sem má aldrei breyta er hér. Þetta segir okkur hvaða áætlun þetta tengist og síðan númerið á vinnubókinni og síðan deildinni sem er. Hérna er eins og vinnubókin er. Hér getum við í sjálfu sér þennan hér, þetta er deildarsvar, þetta er nýr og hérna getum við sagt þessi og svo getum við sett inn hér það sem við viljum hafa. Já, sem við ætlum að gera hér er að þessi verður númer 12 eða 2. Þannig að við getum bætt við línum. Fara varlega í að draga niður kennitöluna því að þá vill hann oft hækka.
105. Við þurfum ekkert endilega að skrifa heitin, hún er bara að lesa í raun og veru þessar tölur. Og þetta eru föst mánaðarlaun og hérna getum við sagt 5 eitthvað svoleiðis. Þannig að það er allt í lagi að bæta við línu, en það sem maður þarf að passa sig vel, maður má skálda hérna kennitöluna, en það þarf að passa mjög vel að starfanúmerið sé gilt og að launategundin sé gild. Ef hún er það ekki, að þá kvartar kerfið yfir því. Það er allt í lagi að bæta við einhverjum upplýsingum hér. Fyrir aftan. Ef við vilja til dæmis vera með eitthvað skýringar. Og skrifa af hverju þú ert að hækka eða lækka eða breyta því sem er hér. Á hverju er nýr starfsmaður, sumarstarfsmaður eða eitthvað þvíumlíkt. Og sama hátt getur bætt við línum hérna fyrir neðan. Eina sem að má ekki vera í þeirri línu er sem sé í kennitöluritinu. Hér má vera það sem þið viljið og eitthvað svoleiðis. En það má ekki vera hér og setja inn og þá reynir hún að lesa það inn sem starfsmann. Nú þegar við erum sátt við þetta, eða þetta er sent til þessi forstöðumanna og þeir breyta og laga og gera og manna sína starfsemi og síðan bara vista þeir breytingarnar og senda síðan aftur til launa eða til þess sem að er að gera launaáætlunina. Nú, síðan er hægt að lesa skjalið inn. Og hérna sjáum við að það sem við vorum að leika okkur að bæta við er fylgdarstjórinn og það er breytingar sem hann kemur inn. Þannig að nú ef ykkur villa er í skjalinu að þá lesum það í raun og veru ekki inn. Þú getur verið að lesa inn öll skjöl sem eru á vinnusvæðinu og hún sleppir þá, ef hún finnur villu í skjalinu þá sleppir hún því en flytur síðan sem við vinnum með yfir á afritasvæðið og þá getur maður alltaf séð að eftir standa skjöl sem ekki tókst að lesa inn og þá er það væntanlega vegna þess að það þarf að ykkur hafi gert einhverja breytingu í skjalinu sem er ekki leyfileg. Og þá aðalega það sem ég var að tala um með heiti áætlunar, númer, vinnubókar og deildina. Nú hérna er hægt að skoða, fara yfir og gera. Og hérna ætla ég að fá starfsmannaupplýsingar á þennan. Og hérna er ekki neinar. Til þess að auðvelda mér lífið, þá get ég farið í þennan staðgerð hér, stofna. Og þá fæ ég í raun og veru öll störf sem að hafa sama starfanúmer. Og þá get ég bara valið
þann sem er líkastur því sem ég ætla að eiga við. Og núna, og þá sjáum við að það er komið inn hjá honum. Nú ef að þetta er eitthvað annað en þetta á að vera, þá er hægt að laga það og breyta. Eitthvað. Já, gleymdi þessu. Það var að því ef ég valdi úr starfi sem var í annarri deild, þá kom það svona sjálfgefið inn. Þannig að ég þarf þá að passa að breyta því. Og hérna sjáum við það að hann er komið með. Hér getum við reiknað laun vinnubókar og þá birtast heildartölurnar hér. Hérna birtast upphæð launaáætlunar eins og hún er í launabókunum og þá getum við séð hvort að nýju tölurnar hækki eða lækki launin miðað við það sem er fyrir. Nú að lokum er í raun og veru bara að hérna uppfæra vinnubók í launabók og þá spyr hún hvort við viljum reikna launin í leiðinni og það er mjög þægilegt að gera það. En hún tekur svona smá tíma að reikna hvernig það er fyrir sig. Og ef við bara segjum uppfæra hér, þetta er örugglega. Já, hérna er hún ekki búin að uppfæra sig nógu vel. Nei, hérna segir hún hvernig hún er flutt í Excel-skjal og úr Excel-skjali. Það vantaði þessa dagsetningu hér. Og hérna þá spyr hún hvort ég vilji reikna það. Ég ætla ekki að reikna það því að það tekur svona tíma. Og hér sjáum við þá að uppfært dagsetningin er komin og allar þessar upplýsingar í raun og veru vinnubókina. Hér getum við eins og sagði áðan reikna til þess að bera saman hvaða þessar breytingar hér hafa hérna haft að segja. Lokum þessu aðeins. Hér eru dálkar og hérna er hægt að fylgjast náttúrulega vel með það sem hefur verið flutt út, hvort það sé búið að flytja inn aftur það sem fór frá okkur og hvort það sé búið að uppfæra. Og þetta hverfur í næst þegar listinn er gerður. Hérna getum við, eins og sagði áðan, þá getum við stofnað Excel-skjöl með því að bara afmarka okkur hér og segja þá myndi ég búa til Excel-skjöl fyrir þessar bækur. Síðan getum við sent Excel-skjal í tölvupóstið leið að við búum til og þá er farið eftir sendingarlista sem er viðtakendur fjárhagsupplýsinga. Fer nánar í það seinna. Þá held ég að ég sé svona búinn með þetta og vona að þetta hafi verið nægilega skýrt. Takk fyrir.